Sælar Fjalla, hvað segir þú í kvöld? Ég nú bara góð, Pjalla. Ég hef svo oft verið verri. Geggjað, en mist niður að byrja með svona podcastþætti. Ég veit, þetta verður sko eitthvað. Við verðum sko fræga. Já, ég reikna sko með því. Við erum 2 vinkonur og höfum bara ekkert að gera annað en að vera með svona podcastþætt og þó við værum með fullt hús af börnum og gæludýrum. Segðu. Og okkur langar svo mikið til að miðla til ykkar reynslu, gefa ykkur hugmyndir uppeldismál og svo margt fleira. Þátturinn í kvöld verður alveg ótrúlega spennandi og skemmtilegur. Já, en þurfum við ekki að fara að vinda okkur í þetta? Jú, ég held það, en heyrðu, eitt áður en við byrjum. Hefur þú heyrt af reifpartíinu út á Horni? Ha, reifpartí? Hvað er nú það? Er það eitthvað svona eins og þjóðhátíð í Vestmannaeyjum? Ó, nei, það líkist nú frekar Uxa 95 á Klaustri. Þetta lið var allstaðar frá úr öllum heiminum og það voru bara allir í góðum feeling. Þú skilur, þú veist. Já. Sá ekki áfengi á nokkrum manni, sagði Ómar á Horni. Það voru allir svo slakir og prúðir að hann hefur bara aldrei séð annað eins. Og hefur hann Ómar nú marga fjöruna sopið. Hvað er þetta að segja? Voru allir edrú þarna? Sko, það var víst boðið upp á eitthvað sveppandi. Það gerði alla svo glimrandi glaða og káta. Og það var líka til þess að það fóru allir eftir settum reglum og ekkert vesinn. Spáðu í því, yfir 500 manns, dansandi, borðandi, hlustandi og tónlist, alveg var það magnaður anskoti. En það er nú ekki sama hvar í sveitafélaginu þú ert. Það er ekki allir svona hlýðnir og prúðir. Og ekki eru þeir svona reglusamir hér fyrir vestan okkur í villta vestrinu. Hefurðu heyrt af því? Nei, er ekki alltaf að vera dásama hvað allir sveitafélaginu eru hlýðnir og góðir? Nei, ekki aldeilis. Það er nú eitt ef þú ferðast með honum Einari Kristjáns. Þar er víst svakalegt fjör. Ókei. Það jafnast ekkert á við það, en túristarnir streyma. Við borgum þeim í bílana og brunum beint í hellana. Í hellana við gríðum okkur, jöklakantanum á. Svo við með ballarana í samtalum og eigum þessum blóð. Hei, ég var að skrolla á Facebook, sá mynd af nýjasta bílnum hjá Björgunarfélag Hornafjarðar. Þeir fóru suður með tryllitæki til að sýna hann á Björgun 2024 og liði fyrir sunnan. Hafði bara aldrei séð annað eins. En það hefur ekki séð svona bílatröll á vegum landsins síðan Ásgeir bjó til róveri fyrir Jóhönnu sína. Já, ég var líka að skrolla og ég frétti að slökkvilið Hornafjarðar var líka að fá nýjan bíl. Og ég heyrði sagt að hann sé sko með 200 lítra froðuták, von 7 slökkumiði og fjarstýrðan stiga á þaki. En ég heyrði að liðsmenn í slökkviliðinu hafa víst ekki enn fengið að sjá hann. Því að Boggi, hann er enn að bóna hann og líma á hann einhverja borða og strípur. Þú meinar, er þetta svona transformer? Já, er það ekki? Ég er svo drullu spennt að sjá hann. Hann er svo flottur að Bogga sögn að hann lét skipt gólfefni í slökkustöðinu áður hann kom í nýja bílinn og gerir nú aðrir betur. Vá!
Ef þú gefur mér ekki leyfi til að selja flugvelda þessi áramótin með öll heilbrigðis- og brunavottorð upp á 10, þá kvarta ég í konuna mína. Hvað á hún að gera? Ég slökkvilistjóri, heilbrigðis- og brunamálaráðherra. Hún messar sko ekki í því. Skiptir engu. Ég á flottari bíl en þú, það ekki? Elsku litli Jónas minn, það á engin bíl eins og bílinn minn. Ég á sumarhús í lóninu og risastóran slökkvibíl. Scanian mín svo flottasta, 17 kerfi og allt sem þarf. Hann hannaður af mér, það hver heilvita maður sér. Það ekkert. Bíllinn minn tekur sko bílinn þinn í nefið hvenær sem Hann þegar orðið frægur út allan heim. Hann brunar upp á hvaða fjall sem og í hvaða veðri sem Piss. Bíllinn minn svo ógeðslega einfaldur í notkun, meira að segja Robert Marvin gat lært á hann. Það vilja allir svona bíl. Piff. Bíllinn minn svo ógeðslega hár að þú í slökkviliðsbúning kæmist aldrei upp í hann. Og svo hann líka fáránlega kraftmikill. Elsku litli Jónas minn, það á engin bíl eins og bílinn minn. Ég á einkennisbúning í massavís og slekks og eld í paradís. Bíllinn minn rauður og fínn, nýjasta tækni, ekkert gamalt drasl. Ég á flottasta bílinn, hannaður af mér. Bíllinn minn með svo mikið að aukabúnaði að það útilokað að læra á hann allan. Reynið að þroska, strákar. Stærra ekkert alltaf betra. Maður þarf bara að kunna nota þetta. Hvað ertu að gera? Nú sérðu það ekki. Ég að anda. Ég að anda inn munnin, út nefið. Ertu ekki að tengja? Þér illt? Farið verkið með þessu? Nei, sauðurinn þinn. Ég var á námskeiði. Ég að reyna að gera þetta sem allir vilja vera að gera. Fara út fyrir innan ramma, þarna, þægindaramma. Og það sko auðvelt hér á Höfn. Fullt af námskeiðum í boði. Já, segðu, allt að gerast í þessu. Heyrða námskeiði núvitum. Hvað átt með því? Erum við ekki öll í núinu? Hvar annars staðar ættum við að vera? Segðu. Þær stjörnur komu líka hingað með námskeið og á því námskeiði þá voru sko allir að drekka kakó og anda. Þar kemur kannski not fyrir þessa bréfpoka sem var að bera út í hvert hús. Þeir eru til þess að anda í þá. Geggjað! Já, hér á Höfn ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. En hver þetta sem röltir að nú? Þetta Óli Stefán? Já, alveg rétt, hann Óli alltaf að reyna að finna sjálfan sig. Já, ok, ennþá. En sjáðu, þarna venni í gólfi. Það kannski líka aðferð til að finna sjálfa sig? Maður spyr sig. Já. En svo eru fleiri námskeið í boði. Hættu að væla, komdu að kæla kom hér og það gengur út á að þú fristir þig og reynir að anda þig gegnum kuldann. Það gæti nú vera starfsfólki í Netto ætti að vera búið að mastera það. Nóa anskoti kalt hjá þeim.
Svo eru þetta fólki sem hleypur alla jarðir og hjólar þess á milli. Mér dreymir það kombo. Og mér líka þetta vera æðislegt. Hafjóga líka sagt nærandi fyrir líkama og sál og hafjóga sé svo þægilegt og gott. Það eru léttar teygjuæfingar í vatni og ilmolíu sniff. Svo hópurinn sæljónin stökkvandi í bergána og syndandi í þveitinni og upplefa algjöra sælu. Það ekki eins og það sé eitthvað nýtt. Þarna læri fólk í gamla daga að synda og þau höfðu nú seint kallað það sælu. Þetta snýst þá bara allt að anda og allir eru stattir hér að læra að anda eins og maður kunni ekki að anda. Hvað maður að gera allan daginn? Einmitt. Fjalla, það bara allt að gerast í nær umhverfinu okkar. Ég gleymdi að segja þér það. Hlynur Pálma að fara að taka upp nýja mynd og við hjónin ætlum að leigja húsið okkar og vera í fellihýsinu. Og við vorum bara að pæla hvort við mættum leggja í innkeyrslunni hjá ykkur. Auðvitað megi það. Vá, hvað þetta allt geggjað. Þetta hefur bara allt farið fram hjá mér. Á að taka kvikmynd hér á Höfn. Ætli margir sé að leigja sín hús. Vá, hvað þetta fucking geggjað. Já, það eru þó nokkri sem hafa flutt út. Til dæmis Árdís og Ingólfur, Steinun og Finnur. Já, og miklu fleiri. Agnar og Lea, Ragga og Greta. Og svo má nú ekki gleyma Ásdísi og Stjána. Nei, við megum ekki gleyma þeim. Stjáni, ætluðu þið bara að vera í hjólusinn langt fram að vetur? Hvað tökum við Hlyn að senka svona mikið? Við erum að langa bara heim, skikka! Já, Ásdís mín. Það hefur eitthvað senkað hjá þeim. Ég nenni nú ekki að vera hérna fram að jólum, en ef við ekki bara henda okkur í Karíbahafið? Til í það. Steinun, manstu nokkuð hvað við eigum heima núna? Finnur, ég er búin að segja þér, við erum hjá mömmuðinni núna. Ha, býttu, voru við ekki að sunnubrautinni í gær? Jú, sé konuna sem býr hérna, en hún býr ekki hérna. Finnur, ég skal leiða þig í gegnum þetta, en núna þarftu að fara í búðina. Ég er með miða og ég vil að þú kaupir allt á miðanum. Já, Steinu mín, veistu að gera allt það sem þú segir mér að gera. Vá, en hefur þú farið í Nettó nýlega? Já, það eru túristar út allt og fyrir manni, maður kemst bara ekki fyrir í búðinni fyrir fólki. Segðu, þar úrvalið svo af matvöru svo af skornum skammti. Þessi túristar sópa öllu upp og klára allt. 1, 2, 3 og bingo og það er bara tómbúði. Já, það er bara ekkert til nema frosinn matur og hvernig getur maður ákveðið að hafa eitthvað í matinn rétt fyrir mat þegar allt er frosið í þessari blessaðri búð. Já, ég segi það svo satt. Ég er orðin drullu leið á því að fara í Nettó. Ég verð svo leið á því að sjá hvernig fólki hér getur hagað sér. Já, alveg sammálaðir. Og hefur þú séð til hennar Diddu Tryggva? Ég heiti ekki Didda, ég heiti Herdís. Ég er komið hér til að kaupa mér kjúkling því ég ætla þorrablót. Og sjá þessa andskotans túrista hérna. Ég þoli þá ekki. Farðu þig frá!
Hvar er kjúklingur hérna? Hvar farðu upp úr þetta álfurinn? Við vantar bara kjúkling. Eru þið með hann? Hérna, komdu með þetta. Andskotans túrista. Endalaust. Ég fer bara á sjálfsölukassan. Bonsang gila bara bonsang. Hann talar útlensku! Bonsang. Bjarni! Bjarni, hann er bilaður! Jæja, ég fer það bara í röðina. Hey! It's my town, I live here. Og ég ætla að vera fyrst. Ég ætla að fá hérna einn kjúkling, Bjarni. Ég er að fara á þorrablót. Herdís mín, Já. við verðum að vera kurteis. Útlendingar líka fólk. Sko, Ísland er fyrir Íslendinga og stíf. Takk fyrir! Nei, sæll, Finnur minn. Sæl, Didda mín. Steinun. Ertu búin að fara í búðina, Finnur minn? Ég veit ekki, ég held ekki. Ég er ekki með hennar vörur allavega. Svo hérna, finn ég ekki rétta miðan sem lest mig hafa. Finnur, þú verður nú að finna miðan, því ekki man ég hvað átt að kaupa og mundu svo að þú átt að koma beint heim til mömmu þinnar með allt sem er á miðanum. Já, Steinun mín. Ég hef heyrt að Hornfirðingar þið vælið ansi mikið yfir því þegar ég flytt fréttir af fjármagninu sem virðist renna hömlulaust austur til ykkar. Það virðist vera sem hver króna sem íslenska ríkið hefur í vössum sínum er í beinustu leið austur í Hornafjörð. Fyrir það fyrsta er opinn milljarða tékki samgöngubætur á svæðinu sem eflaust þörf á, en á meðan ekki hægt að framkvæma nokkurn skapaðan hlut annars þar á landinu. Og svo standið þið fyrir byggingu dýrasta húss á Íslandi, hjúkrunarheimilisins Skjólgarðs, og milljarðarnir þeir flæða frá stjórnvöldum og sveitarfélaginu þangað í slíkum flott ræfilshætti að annað eins hefur ekki sést. Þá virðist bara aldrei eiga að taka húsið í notkun. Og nú hafið þið Hornfirðingar smitað sjálfir af dellunni 400 milljónir í leikskóla og annað eins í Sindrabæ sem nú á að verða að einhverju menningarhúsi. Þá spyr maður sig menningarhúsi. Fyrir hvaða menningu? Með fullri virðingu. Þið er nú ekki beint þekkt sem miklu menningavita. Þá eru orðrómar að opinbert fé sem átt að fara í vegabætur í tengivegi út á Horni að hafi í staðinn fjármagnað reifpartí í Víkingabænum þarna. Já, nú er hann Ómar á Horni sem einu sinni hitt. Hann er sannlega endanlega genginn af göflunum. Já, það er ljóst að hér þarf einhver að axla ábyrgð og það þarf að endurskoða forgangsröðunina. Kristján, hvaða neikvæðni jákvæð? Við erum svolítið jákvæð. Það er þorrablót. Áfram Hornafjörður! Réttamaður, farðu með rétt mál, neikvæðni og ég verð alveg brjál. Eins og sést, eins og sést, eins og sést. Þá er allt hér í Hornafirði bæ. Ísjallakappar eru tannaðir í framann, stæltir og stórir og vinna vel saman. Bæði vetra og sumartíð væru ísjallar þeirra undraspil. Bæjarstjórinn brosandi út af eyrum, þó bærinn sé fullur af ekolíveirum. Lofís að ég þarf að ná í að grjóna, hann er í uppveld að fljúga dróna. Þessi steypa er alveg stórkostleg list og það er líka kostar að flytja fyrst. Bánum og allir verða kafir, það finnast ekki heimi betri staðir. Eins og sést, eins og sést, eins og sést, þá er allt hér í Hornafirði best. Allra best, allra best.
eigum geðveik fallegan dress. Nú bæjarfundurum komandi ár, fallega græni og rosa og blár. Hjá þeim aldrei neitt rex og pex, þau dýkka hvort annað, B og F. Okkar bíður hér framtíð glæst og nesjamenn hafa nú loks allir sæst. Þeir ganga glaðir saman á tind, pikka upp hverja einustu kind. Og allt í einu ekið yfir okkar flóð, endalaus hamingju og þorrablóð. Í kvöld verður áhyggjum drepið á dreif og þema kvöldsins brjálarei. Eins og sést, eins og sést, eins og sést, þá allt hér í Hornafirði best. Allra best, allra best, annað eins hefur ekki sést. Hjördís í afli hringir nú í bæjósinn og segir I love you. Sjötem, ég elskar þig, þú veist að hérna ég dýrka þig. Eins og sést, eins og sést, eins og sést, þá allt hér í Hornafirði best. Allra best, allra best, ekki spurning, það er staðfest. Eins og sést, eins og sést, eins og sést, þá allt hér í Hornafirði best. Allra best, segir annað færðu kinnhest. Eins og sést, eins og sést, eins og sést, koma! Er eitthvað búið að hringja í þig frá þessum tryggingafélögum sem eru að flykkjast ykkar? Já, þau hringdu, buðu mig góðan daginn, buðu mér í kaffi og meira. En ég veit ekkert hvað þetta meira er, þannig ég bara þorði ekki að fara. En er búið að hringja í þig? Nei, ég svar ekki ókunnugu númerum. En eru þessi tryggingafélög ekki löngu farin hér? Það held ég nú alls ekki, hún Krissa í Vísbýr hérna ennþá. Ó, ennþá? Jæja, þá er maður bara orðinn sviðsstjóri stjórnsýslusviðs og það er svo ótrúlega margt á þessum checklista. Og hvar á maður eiginlega að byrja? Ég byrja kannski bara á því að finna tryggingafélag fyrir sveitafélagið. Hvað segirðu? Sagði ykkur tryggingar? Ó, ég vil endilega selja tryggingar líka. Tryggingar hérna í Sjóvá. Býtu, wow, hver eru þið? Já, sko, ég er frá Sjóvá. Ég finn fyrir vís. Ok. Já. Eins og ég segi, þá langar okkur virkilega að ná til fólks hér í Hornafirði. Já, ég líka sko, við erum gífurlega spennt að koma hingað aftur og síðan til skrifstofur og svona. Þóra Alfreðdal skráði ráðgjafarstarf hérna fyrir ykkar hag. Heilt starfsgildi, gæti ekki verið betri þjónusta þó ég vildi. Djöfisins þjónusta? Við sem hér í mörg ár, lokuðum þá og þá voru mörg tár. Það var glatað. En núna vil ég koma aftur, tvöfaldbreytt þjónusta og miklu meiri kraftur. Hvað ætlaði að koma aftur? Komdu til Sjóvá, viljum ykkur öll frá Skriðunum að Skeiðará. Wow! Við erum betri, tryggjum fyrir öllu líka snjóflóð á vetri. Fokk, það snjóar reyndar aldrei á Höfn. Þá reddum við þið bara flóðatryggingu. Djöfisins snillingar! Við erum gullamönnum, slysatrygging, ökutækja og fasteigna. Að geta keypt, tryggingin Nettó er allt sem okkur Hornfirðingar dreymir um. Við erum gullamönnum, slysatrygging, ökutækja og fasteigna. Að geta keypt, tryggingin Nettó er allt sem okkur Hornfirðingar dreymir um. Einu sinni var Krissa í Vís að vinna hjá okkur í 30 ár. Hún er með sig enn kenndu Vís. Það er ekki neitt. Bæjarstjórinn ykkar var hjá okkur í 40 ár. Keyptu tryggingu í dag, helst bara núna því það stefnir í slag. Gefðu betri díl, ódýrt að tryggja ykkur ef þú átt fíl. Ballin! Tryggjum kartnaflækjur, getur rúlað niður fisk og fær bara hækjur. Loksins! Íslenska ánægjuvogin, mæltustan hæst, vísklæði rekkasvogin. Damn!
komdu til okkar, fríanur buff og svo geggjaði smokkar. Svo skal ég dæmi klára, ánægja viðskiptana hækka milli ára. Það? Og já, eina tryggingafélagið það sem ánægja hækkaði samkvæmt íslensku ánægjuvoginni. Djöfustu snillingar! Gullamönnum, styrsa trygging, ökutækja og fasteigna. Að geta keypt, tryggingin Netto allt sem okkur hortvirðingar dreifir. Við gullamönnum, styrsa trygging, ökutækja og fasteigna. Að geta keypt, tryggingin Netto allt sem okkur hortvirðingar dreifir. Herðu, þetta var geggjað lag hjá okkur. Já, ég veit það. En sko, Vörður var hérna áðan. Og ég held ég verði að fara með þeim. Herðu, förum að hafið. Djúpi vogur. Pjalla, hefur þú heyrt annað eins? Hann Bjarni Ben, hann sleit ríkisstjórninni og hann hendi í nýjar kosningar. Hvað ert að tala núna? Já, hann Bjarni, hann bara búinn að snúa landinu við og margir eru frekar fúlir því það fylgja þessu fleiri breytingar. Til dæmis hér í sveitafélaginu, þá þurfa menn að kjósa þar sem menn vilja bara alls ekkert kjósa. Glatað. Dúddi, Já, Dísa mín. nú ég brjáluð. Af hverju? Af hverju? Það verið að kasta manni svo hverju öðru sorpi hérna inni sem hann, Ég veit það. Já. Hvað ætlað þú að kjósa til dæmis? Ætli verið ekki að fara sýsluskrifstofuna? Sýsluskrifstofan? Já. Já, einmitt. Ég kýs ekki á Höfn, það er nokkuð ljóst. Og hvað verður svo með Ég fer á kjötsúpuna? Hvolsvöll. Það er alveg þannig. Kaffilabúrið? Kjötsúpan, já, einmitt. Það er við að borða á laugardögum til dæmis. Það fer ekkert. Þeir taka allt. Tekið frá manni. Ólíðandi. Þetta er ótrúlegt. Ég á afmæli í dag og það er þess vegna sem ég ætla að kjósa hérna á Höfn í dag. Já, til hamingju með afmælið, Anna Liljá. Takk fyrir, takk fyrir. Já, ég tek alla mína þjónustu hérna á Hornaverði, þannig að ég get ekki séð að skipta í neinu máli þó ég kjósi hérna líka. En svo fikk ég sér ógeðslega gaman að sjá fleiri nesja mér hérna. Sjáðu Stefán og Setborg. Valhoppandi hérna, alveg eins og fáviti, sleikjandi rassa. Svikari! Svikari! Skammast þín! Hefur þú heyrt af því að hann Héðinn tannlæknir sé að fara hér? Hann ekkert að fara. Hann bara langar það. Það ganga allir í gegnum svona tímabil. En ef hann fer, þá eru Sigurjón Bæjó og þau búin að funda þetta. Og við fáum örugglega styrk til að fara til Búdapest til tannlæknis. Það væri geggjað ef við farum öll til Búdapest. Segðu. Ég var þreyttur á að bora, vil bara njóta með svölu. Svo ég ákvað að þora, að setja stofun á sölu. Aldrei hefði mig grunað, að þið felldu tár. En ég hefði átt að muna, þið eruð hörund sár. Já, mig langar að flytja, búi 101. Nenn ekki rótum og krónum, fer í spað fyrir einn. En kaupanda ekki að finna, svo ég skrapa fút skál. Næ að láta mig dreyma, góða golfferð á Spán. Segðu sjóðu Nína og svo spýta.
Hjalla, hefur þú heyrt af föstudagsbrellinu hjá stelpunum í sporthöllinni? Geggjað flottar áskoranir hjá þeim stelpunum. Birtast bæði á Facebook og Insta. Hefur eitthvað prófað að fara þangað? Nei, ég þori því ekki, það er bara að slasa sig. Já, ég skil. Þeim mistekst alltaf. Föstudagsáskorun. Já, og ekki gleyma Huldu Svans með Friday Fun-dansinn. Djöfulsans kraftur í henni. Hún er svo með þetta stelpa. Okay, hi guys! Hi! You know what time it is? It's Friday Fun and we're dancing for Dushan! Woo! Komum svo maður sjá, kom upp, allir upp! Kom svo! Geggjuð, þið eru öll geggjuð, takk fyrir, geggjuð! Vá, hugsa sér. Ég er búin að vera að hugsa tilbaka þegar ég var lítil. Þá fannst mér hér á Höfn hefði verið verslun og önnur þjónusta á öðru hverju horni. Hér var mjólkustöð, klippistöður, ljósmyndastofa, bakari og bara allt. Og ég man svo mikið að það var sagt að við þyrftum suður, þá var það aðeins ef okkur við þyrftum að fara til sérfræðings. En svo flyt ég hingað aftur ný og ung kona og það er bara allt svo breytt. Já, þetta er hræðilegt ástand hérna. Það er bara búið að jarða þetta allt saman. Já, segðu þér. Brói, er ekki líkbíllinn hérna fyrir utan? Mér fannst þið sjá hann hérna áðan. Nei, þetta er bíllinn en Ágústabergið þar. Brói, hvar er bíllinn? Andskotinn, ég átt að sækja hann. Eins og allt er frábært á Höfn, þá syrgjum við margt. Þessi minningar athöfn er tileinkuð þeim sem við syrgjum hvað mest. Halleluja. Kæru vinir, hér leggjum við til hinstu hvílu hina hornfirsku kartöflu, Hornafjarðar björtustu von, en vegna vonsku viðurs í sumar og nýja þjóðvegarins drukknuðu þær. Við kveðjum íslenska humarinn. Írski smáhumarinn minnir frekar á rækjur og þótt hornfiskir veitingastæðir ríghaldi í allan mat með humri er það einfaldlega ekki eins
En kannski, og bara kannski, rís humarinn aftur upp frá dauðum. Annað eins hefur nú gerst. Am I right, Jesus? Krían hvatti okkur líka síðastliðið ár. Við söknum hennar að vísu ekkert sérstaklega, nema kannski Binni Bíbí, Lilja og Bjössi. Ykkur færi ég mína dýpstu samúð. Við kveðjum veitingastaðinn Zeta Bistro, en bjóðum jafnframt velkomið gistiheimilið Zeta Bistro. Akkurat sem okkur vantaði, enn eitt fucking gistiheimilið. Við leggjum til hinstu hvílu flugeldasýninguna á Jökulsárlóni. Enginn nennti svo sem að lesa skýrslu Vatnajökulsþjóðgarðs, en flugeldasýningin á Menningarnótt var hún stærsta og glæsilegasta frá upphafi, en það er kannski önnur saga. Við kveðjum flugfélagið Erni, vissulega grillið á N1. Við kveðjum líka Þorrablótsröðina. Kæru gestir, þið getið þakka okkur síðar! Við kveðjum Loðnuna í lögsögu Íslands. Ég veit henni ekki nægilega mikið Loðnur til að skrifa hana minningarorð. Hvíl í friði. Ripp á húsgagnavall. Nú þurfum við öll að kaupa fermingagjafir fyrir fjarskilt frændfólk á netinu eins og venjulegt fólk. Og hvíldu í friði eðlilegur biðtími eftir klippingu. Sú hárgreiðslustofa sem eftir stendur að gera fína hluti, en það of mikið að gera. Og hálfu bærinn lítur út eins og Eiríkur Hauksson eftir 7 daga fyllirí. Takk fyrir allt. Þá viljum við enda þessa minningarathöfn á að kveðja eina ástsælustu hljómsveit Hornafjarðar fyrr og síðar, sem hélt sína síðustu loka tónleika síðastliðið ár. Hljómsveit Hauks Þorvalds. Ykkur færi ég okkar bestu þakkir fyrir allt og allt. Amen. Já, stoppaðu nú aðeins, ungi maður. Við skulum nú aðeins ekki fara á offari. Við erum nú ekki dauðir úr öllum æðum enn. Og þó að þetta loka ball okkar hafi verið loka ball okkar, þá það nú ekki skrifað í skýin og það nú hægt að fara frjálslega með það. Við getum komið hvenær sem enn og aftur. Við erum hérna núna. Við erum hérna núna. Við erum hérna núna. Við erum hérna núna. Við erum hérna núna og förum ekki fyrr. Við erum saman komnir en og aftur endur borgir. Ekki láta ykkur bregða þó við séum orðnir gamlir menn. Við eigum fullt af lögum.
Það er alltaf sama sagan á N1. Maður er rétt búinn að fatta hverju yfirmaður þar. Þá er búið að skipta. Og þar er komin N1 gæinn. Já, segðu, N1 gæinn. Nei, sko, það er komið N1 gæinn. Já, ég veit, N1 gæinn. Nei, veistu það, Pjalla? Nú er sko komin N1 gæinn Bjarnason. Ég var að spá. Vilja má ég stela þér í smá. Heldur betur, já. Komið tími til að skiptast á. Meira fjör, meira fjör, meira fjör, meira fjör. N1 gæinn birtist enn á ný. N1 gæinn endist ekki meira. Það er geggjað þetta líf en við skiptum á ný. Við setjum bílinn í gír og sjáum slökki meir. Þeir viltu skipta, fara, skipta, fara. Meira fjör, meira fjör, meira fjör, meira fjör. N1 gæinn birtist enn á ný. N1 gæinn endist ekki meira. Það er geggjað þetta líf en við skiptum á ný. Við setjum bílinn í gír og sjáum slökki meir. Meira fjör, meira fjör, meira fjör, meira fjör. N1 gæinn birtist enn á ný. N1 gæinn endist ekki meira. Það er geggjað þetta líf en við skiptum á ný. Við setjum bílinn í gír og sjáum slökki meir. Viltu grillið af fjöri? Vá, hvað það er mikið að gera hjá löggunni hérna í sumar. Og Gæi alveg í rusli og misti af þessu öllu saman. Ertu að tala spýttaran orminn langa? Ótrúlega dularfullt dæmi. Ég rúntaði sko margar ferðir út í Ósland þann daginn. Þeir segja sérsveitin hafi mætt og það fundust 100 kíló. Já, þetta var svakalegt og fullt af flottum sérsveitamönnum, gráir fyrir járnum. Það fór bara fiðringur hann. Ó, fékkst í pjölluna? Who knows? Herðu Vika, þeir voru að hringja frá Fíknó, voru að biðja okkur að tolla. Nú, ok. Var það eitthvað bitastætt eða? Nei, það held ég ekki. Maður finnur aldrei neitt í svona bátum. En maður getur fengið eitthvað gefið sem að gera þetta. Brennivín. Býtu, svona eins og mútur? Má það bara? Nei, þetta er svona partur af programmet. Ok, þá verðum við nú að hringja hann Jóa. Já, þeir eiga kannski vöruna handa honum. Pottþétt. Nei, sérðu Júlli, ormurinn langi, þetta er sko svaka spýttari. Það er nú hægt að veiða á þessum. Júlli. Nei, sérðu, ég fann eitthvað. Sérðu. Sérðu? Hvað? Ertu með hníf? Hníf? Af hverju? Hefur ekki horft á bíómyndir í Hollywood? Já, nota hníf, skera í þetta. Já, auðvita, ég er með hníf. Þetta er svart. Kannski er það nýjasta stöffið frá Brasilíu. Já, frá Sveta Tönn. Herru, smökkum þetta. Ég finn bara ekki neitt. Ég finn alveg helling. Gaur, þetta er sandur. Nei. Ég er að segja það. Új, bara. Heyrði ég, var eitthvað að segja sandur? Já. Við heldum að við hefum fundið eitthvað bitastætt, en þetta er bara sandur. Smakkaðu.
Þetta er ekki sandur. Þetta er sandurinn minn. Þeir farnir að smygla sandi frá mér til Íslands. Ég tek hann. Þú getur kannski sett hann aftur. Jó, no Alltaf að græða. Alltaf að græða, no money. Við tökum okkur smá pásu og sjáum innslag úr ferðaþjónustu bransanum. Ég er Reynir Ásgeirsson. Ég er hér. Og ég er hér. Og hér. Og hér. Ekki hér, en ég ætti að vera hér. Og hér. Ekki hér, en ég var hér. Bókaðu. Bjalla, hefur þú séð auglýsinguna frá karlakórnum? Heldur að þetta sé eitthvað fyrir karlana okkar? Já, ég sá þetta og þetta hljómar svakalega vel. Þeir eru allavega komnir og mútum kallarnir okkar. Halló. Nú ætlum við strákarnir að flytja okkur yfir á 21. öldina. Og við ætlum að færa ykkur nýja matseðil. Gulla, gefðu þeim tónin. Skískápur kallar og togar í mig. Sushi borgarar, sósusur. Finn fólkið horfa og horfa á mig. Tapast tortinu yfir gnæfandi. Því ég er dæmdur til þess að vera að borða. Hvítlaus rækjum ég lifi, lasagna best. Við erum öll hér í sama liði. Ég finn það innan í mér. Bæjóður krafta þegar ég borða. Gef mér meira, gef mér meira. Það stækkar maginn þegar við borðum. Gef mér meira, gef mér meira. Na 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 na. Heyrðu Pjalla, ég var eitthvað að pæla, varst þú búinn að heyra eitthvað með þessa óskasteina? Ha, hvað er nú það? Æ, þetta voru víst einhver listaverk sem voru á víð og dreifð sveitafélagið, alveg frá Öræfum að Hvalnesi. Já, þetta sem hún Ragnur var að gera. Já, einmitt. Ég persónulega skildi þetta ekki, en það er nú ekkert mál, mér finnst list svo lítið spennandi. Nú, mér finnst þetta alveg geggjað. Fannst þetta endurspegla samfélag og höfnaðins? Hvernig má nú það endurspegla samfélagið? Ertu að kalla okkur neonlitaðar klessur eða? Æ, nei, þú veist, við erum smá skrítin, öðruvísi og kaotísk. Það má nú vel vera við sem skrítin, en það þarf nú enga óskasteina til að benda á það. Það er bara nóg að kíkja á einhverja virka Facebook-síðu hér í sveitafélaginu. Já, þú segir það. En varstu búin að frétta að þið var tekin upp sería 2 að Love Island Hub? Oh my god! Það er komið að því. Eftir velgengni fyrstu seríu af Love Island Hub var ekki annað í stöðinni en að koma með aðra seríu, Love Island Hub
Season 2. Gjörið þið svo vel. Fyrsti keppandinn er svo sannarlega gull af manni. Þegar hann er ekki upp á jökli að passa að túristar fara sér ekki á voða, er hann sennilega einhvers staðar á kajak að veiða eða bara njóta í náttúrunni. Hann er bæði kattliðugur og nautsterkur. Hann er mikil tilfinningavera og elskar að hafa það kósí. Er einhver til í að verða fröken gull? Hann er Bjarni Gull. Hefur þú orkuna til þess að halda í keppanda númer 2? Þessi hressistrákur hleypur marathon fyrir hádegi, fer svo beint í crossfit og er mættur á höstlið strax eftir kvöldmat, oftar en ekki í heitapottinum. Hann er kallaður marathonmaðurinn, en ekki því hann hleypur þau, hann endist bara svo lengi. Við kynnum til leiks Gunnar Marteins. Keppendur 3 og 4 eru frábærir kvenkostir, enda frábærir kokkar og bakarar. Svo góðar eru þær að þær bjuggu bara til sín eigin business til að selja allar dásemdirnar sem þær töfra fram. Þú verður aldrei svangur með þeim, en þeim mun alltaf hungra í meira. Þetta eru vonýjastelpurnar sjálfar, Vigga og Heiða Vilborg. Þessi keppandi sér til þess að gestir ráðhúsins fái alltaf hlýja móttöku. Þegar íbúar senda sveitarfélaginu haturspóst hversu fucking heimsk flokkunumálin eru hérna, svarar hún þeim með bros á vör og blikkar. Hún myndi þó helst bara vilja vera í karaoke á hafinu og heilla strákana þannig, enda með eina glæsilegustu sönguröddina í sýslunni. Hún er dugleg, hún er skvísa, hún er Lovísa. Þessir keppendur eru að leita sér að sexy feðginum til að fullkomna fjölskylduna. Sonurinn rekur farsælt fyrirtæki. Svo farsælt að mamma þurfti að koma að hjálpa þegar það var orðið of mikið að gera. Hann skiptir dekkin, hún sér bókhaldið. Er einhver faðir og dóttir til að ganga til liðs við dekkjaveldið? Þau eru Bryndís Bjarnason og Sölvi. Næsti keppandi er tilbúinn að setja stefnumótarlíf sitt í 4. gír. Hann er vinnuvélinn sem aldrei stoppar og þegar hann byrjar verður þau glöð að þú keyptir kaskotryggingu því eitthvað gæti brotnað. Hann er flottur strákur og það besta við hann er líklega að hann er ekki feiminn við að sýna smá hold, svo stelpurnar vita nákvæmlega hvað þeir eru að fara út í. Þetta er engin annar en Jón Þór. Áhöfn er alltaf mikið líf og fjör, drýpur af öllu mikið smjör. Húsin sprettar hér upp út allt, verðið hækkar 1000-falt. Gunni byggir, hann er yfir við að reisa hálfið kubbahús. Það má því segja hann sé sæt og yfir okkur lítil húsamús. Þeir keppast við að reyna að ná honum, Geir og Kobbi í smíðunum. En þó má hann sig ei halda við, stórliðið hvað haldið þið. En sterkur kemur inn á Róbert Múr, hann vinum sínum er sko trúr. Það mætti segja hann sé sæt og yfir ponsulítil húsamús. Það mætti segja hann sé sæt og yfir risavaxin húsamús. Það mætti segja hann sé sæt og yfir risavaxin húsamús. Húsamús, 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 húsamús. Vá, það er aldeilis mikið að gera í byggingabransanum á Höfn. Það er byggt hér og þar og allstaðar.
Já, og hefurðu heyrt að Dalbrautinni? Nei, hvað er það? Það er víst einhver að missa allt útsýnið þar út af nýju byggingunni hjá Rúnari Þór. Hverjir er að væla? Nú, ég hef heyrt að Bryndís Bjarnason sé ekkert ánægð. Eygló og Ásgeir ekki heldur. Svo er fólk á Smárabrautinni að missa útsýni á Bergárfoss. Þá sérstaklega Fjóla. Hún tuðar og tuðar þetta. Eina útsýni sem hún hefur. Nú. Það er kannski að koma einn aftur sama dæmið á hjá Ernu Gísla árið með helvítis húsi. Ertu að tala báruna? Er það ekki löngu búið mál? Ég held nú síður. Það er nú ekki langt síðan ég heyrði hana Ernu tala helvítis húsi. Gat það nú verið? Nei, sæll Ásgrímur. Gaman að sjá þig. Já, sæl Erna mín. Hvað segirðu núna? Ertu ekki ánægð þarna Kjellík? Útsýni komið og allt gott. Nei, Ásgrímur, ég er ekki ánægð. Og á svo ekki að fara að byggja eitthvað helvítis fjós fyrir þetta íþróttafólk. Já, eitthvað með það nú kosta. Alhliða íþróttafólk. Það snýst allt íþróttir hér. Verður ekki bara að fara til... Horfðu á! Verður ekki að fara til Sigurjóns bara og fá lóð? Heyrðu, ég fór til Sigurjóns og sótt lóð því ég nenni ekki að búa í kringum þetta íþróttadrast lengur. Heyrðu, hann Sigurjón er nú góður maður. Hann er það. Ég sótt lóð og fékk bara strax lóð, eins og skot. Sjáðu. Já. Þá dansaðu við mig, Ásgrímur. Þorrablóti lýkur fara allir mjög glaðir heim og byrja að hlakka til næsta árs og vona að það verði gert grín af þeim.
endalaust fjör, ár eftir ár eftir